Hver skóli fær einn leysi með ljósakassanum og hann kemur í umbúðum sem þið sjáu hérna og leysirinn ekki stærra fyrirbæri heldur en þessi hér. Í ljósakassanum það leysirinn sjálfur og afgjafi meðan í brúna kassanum hér við hliðina kemur haldari fyrir hann, sveigjanlegur haldari og þegar búið að raða þessu saman þá lítur þetta svona út. Og það sem sagt 2 liðamót hér, þannig að það hægt að stilla þetta töluvert mikið. Reglur kveða svo á að leysar sem notaðir í almennu rými af fólki sem ekki með sérþjálfun mega ekki vera sterkari heldur en 1 milliwatt. Þessi leysi sem að skólarnir fá 0,5 milliwatt. En reglunar eru settar vegna þess að 1 milliwatt talin vera mörkin fyrir því að það verði skemmdir á augum ef geislinn lendir í auga. Það tekur einhver tíma fyrir taugarnar að bregðast við til þess að loka auganum en með 1 milliwatti af samfelldu afli þá það talin vera örugg mörk. Samt sem áður þá þurfum við að setja einhverja umgengnisreglur hvernig eigi að beita þessu og ég hef soðið það niður í 2 setningar. Önnur segir að leysigeisla má aldrei beina að höfði nokkurs, ekki heldur að hnakka. Ég tiltek hnakkan þarna vegna þess að sá sem með leysin hefur ekki stjórn á því hvenar hinn snýr sér við. Þetta þýðir líka að við erum að bannfæra alveg þann ljóta leik að láta köttinn elta leysigeislan. Hinn reglan segir að það megi ekki setja speglandi flöt inn í geislan vegna þess að þá hafum við ekki lengur stjórn á hvert speglaði geislinn fer. Þessi leysir bara 0,5 milliwatt en það algengt að leysibendlar sem eru í umferð séu 5 og jafnvel upp í 10 milliwatt. Það komið langt umfram það sem reglur leyfa og það eru jafnvel til dæmi að það séu miklu sterkari leysar í höndunum og óvitum og það alvarlegt mál. Það mikil hætta á skemmdum þar. En leysin má nota á ýmsa vegu og við sjáum í öðrum myndböndum sem við gerum í kringum ljósakassan notkun á þessu. En þetta gæti verið að beina geislanum inn í ljósleiðara. Við gætum verið að senda þau gegnum ljósgreiðu sem við höfum til dæmis hér og það verður fjalla nánar þetta í öðru myndbandi. Ljósgreiðan klýfur geislan upp í búta. Hér eru 3 punktar sýnilegir og þeir eru fleiri hérna utan við. Ljósgreiðan eru rákir sem hér eru lóðréttar en það gefur okkur munstur sem verður lárétt. Við getum líka bætt annari við og þá ætla ég að snúa þeim þannig að seinni ljósgreiðan hoddrétt á þá fyrri og þá fáum við fleiri bletti þannig að munstrið minnir svona á hnitakerfi. Og þetta hnitakerfi síðan hægt að djassa eitthvað upp með því að breyta hornunum hér á milli. Það hægt að senda geislan í gegnum mjóa rauf og fá það sem við kallum bognunarmunstur og bognunarmunstrið það skiptast á dökkar og ljósar rákir og með því að draga lóðrétt strik í gegnum fyrstu 2 dökku svæðin sitt hvoru megin við miðjuna getum við reiknað út hver breiddin á raufinni Á sama hátt hægt að setja hár framan við leysinn og við fáum samskonar munstur og með því að mæla fjarlægðir sem þarna eru getum við reiknað út hver þykktin á hárinu Þessi leysi sem skólarnir fá með öldulengd sem heitir 635 nanómetrar. Hér höfum við búið til örmjóa ljósrauf með því að mála glerplötu, leyfa þessu bara að leka hérna niður og þegar þetta þurrt þá var málingin rispuð með dúkahníf, örlítil rauf og svo lýsum við í gegnum þessa rauf. Munstrið sem kemur þarna kallast bognunarmunstur. Þar verið að víxla dökkum og ljósum blettum og með því að strika í dökku blettina og mæla fjarlægðir á milli getum við sagt til hversu breið þessi rauf ef við þekkjum öldulengdina á ljósinu.
Í staðinn fyrir þessa ljósrauf gætum við líka sett mannshár og þá því yfirleitt haldið beint fyrir framan geislann og það gefur okkur munstur hér á vegginn.